Góðan daginn, gott fólk. Og velkomin til þessa þáttar sem búin að vera hérna nokkur ár og svo ég hæli mér því inn í sinni enn. Þetta bara sannleikur, hann búin að vera hérna nokkuð lengi. En það bara vegna þess að árin líða og einn heldur alltaf áfram. Við erum mörg sem heldum alltaf áfram og erum árum seinna enn við sama eikarsorn sem Guðs orð og engin ástæða til þess að vera neins staðar annar staðar því að það besti staðurinn til að vera á og við viljum vera á betri staðunum, ekki satt, besta staðunum, réttara sagt, og það rann í Guðs. Trúin, hún leit okkur í rann Guðs og hvað? Nú gleymdi ég að kveikja á klukkunni að smá stegg í dag. Þannig að við gefum okkur tíma nógan tíma. Það nú það besta við okkur, kallana og kellingarnar, að við höfum alltaf nógan tíma til að gera allt sem þarf. Og svo auðvitað það er nú engin bilbugur á okkur, nema bara stundum. Og þá líka mikill, ef hann Þannig að við erum svona svolítið hipsum haft í þessu alls saman. Og nú klukkan okkar byrjuð að telja og við reynum að vera í einhverja mínútu þetta. Eða Guðs orð. Og Guðs orð gott. Það gott á bragðið, já gott á bragðið. Það góður matur, besti matur sem þú færð. Það nærir hjarta, huga, and og sál og þegar þetta allt saman nært og réttan átt, þá líður okkur líka vel. Og þetta gerum við að því við erum daglega að rækta samfélagi við Guð. Og þetta getum við að því trúin virk og hún etur okkur alltaf í þessar áttir, í átt að Guði. Sama hvað við erum að fást við og sýsla við akkurat þessu andartaki, þá það eitthvað í okkur sem hvetur okkur til þess að rækta þetta samfélag því að við vitum það, trúin veit það, Guð veit það, Jesú veit það og allir vita þetta, það margir, að þetta það besta sem við gerum. Við gerum ekkert betra en að rækja samfélagið lipurlega sem Drottinn færði okkur upp í hendurnar, gaf okkur afnót af eins og við viljum og hvetur okkur svo til þess að vera í þessu samfélagi meira en minna. Því hann segir að þetta ger okkur það besta sem við getum hugsað okkur að lenda í, það að vera í þessu samfélagi við Guð, einkum og sérlega við Guð, sem síðan kemur okkur til þeirra mann og kvenna sem á sama stað og við. Og við köllum það samfélag auðvitað og við köllum það líka kirkju. Kirkjan öllu leyti guðlegt verk hér á jörðinni og kirkjan eitt það umdeildasta sem getur í sögunni og hún í dag mjög umdeild og hún að mörgum eins og alltaf áður talið vera fyrir hverju. Það heitir víst framfarir. Í hvað átt? Sumir segja fóstureyðingar sína framfarir. Þannig við sjáum á hvaða stað villan að leiða okkur því að allir rétthugsandi menn sjá að fóstureyðing bömmur. Ætti ekki að eiga sér stað því að það líf sem kviknar, við vitum alveg hvernig lífið kviknar og hvar það byrjar, á að fá að bara koma út eins og því ætlað, úr því að það fór úr stað, þá skulum við hafa þetta með þeim hætti.
En við erum með aðra leiðir til þess að því við viljum ekki taka þessa ábyrgð og erum nokkuð sammála það, því miður, allt og margir, að taka ekki þessa ábyrgð og þessar blessuðu stúlkur þær fara þá leið að láta eyða þessu fóstri og ég held að enginn af þeim verði söm eftir en áður. Þannig að þetta hefur margar mjög slæmar afleiðingar að fara með sjálfan sig út í þessa ósvinnu. En þetta eitt af því sem við gerum í dag vegna þess að guðleysið svo mikið og við gerum bara það sem okkur dettur í hug að gera og það framkvæmum við. Það svona ljóður á ráði okkar mannanna að við höfum farið með okkur í þessa átt og þetta ekki góð átt að fara. En hver svo sem stjórnar þessum og hver sér þetta ef við sjáum þetta ekki sjálf. Og það einmitt þessi blinda sem að heimurinn sleginn af að hann sér ekki sumt. Hann réttlætir allt, ég minn Guð og ert þú ekki að skipta þér að þessu og það rétt, ég ræð mínu lífi en ég get líka valið að þjóna Guði og ég ræð áfram mínu lífi þó ég sé undir afli Guðs en núna leita ég ráða hans til þess að ég sé að gera það sem honum vel þóknanlegt og í trúnni fer maður að keppa eftir þessu. Ekki endilega vilja manna og ekki vilja manna því að þeir eru náttúrulega jafn ómögulegir og maður sjálfur og gera stundum rétt en bara stundum. En Jesús Kristur gerir alltaf bara það sem rétt og þess vegna höllum við höfðu okkar að honum. Og lifum heilbrigðu réttu lífi af því að þjóna honum, vera undir vilja hans, lifa honum að næra okkur og kenna okkur og svo gerum við það sem hann að bjóða og biðja. Og þess vegna farnast okkur vel, þess vegna líka höfum við eitthvað að segja öðru fólki til leiðbeiningar og leiðréttingar og margir taka við því oft tala þessi kristnir menn mjög skynsamlega hluti. Ég hafna því að kristinn maður sé bara fyrirfram útilokaður. Hann ekkert velkominn allstaðar, það veit ég vel, en hann ekkert útilokaður. Vegna þess að hann talar með þeim hætti að þetta viskulega mælt akkurri. Hann tendraður og nærður af hugsun Guðs og hún viskuleg. Við erum erindrekar hans á jörðinni og hljótum því oft að mæla mjög viskulega og rétt. Og þó að maður mæli rétt eða einhver mæli rétt, þá ekki þar með sagt að menn hlaupi upp hálsinn á honum og þakki honum fyrir að mæla svona rétt. Samt var hann að mæla rétt, en stundum tekið við þessu og þegar tekið við þessu, þá líka breytast hlutir til batnaðar og það það sem þeir eiga að gera. Þeir eiga að breytast til batnaðar en ekki í versnandi átt eins og svo margt bendir til að sé að gerast akkurat í þessum töluðum orðum og hefur verið að þróa smátt og menn meira að leyfa sér bara af hryllingi, segi ég nú bara. Sjá til að mynda kynvilluna sem grassirandi og menn betur og meira að viðurkenna hvað. Rangt rangt, rétt rétt. Þú viðurkennir ekkert rangt og það verður við það rétt. Það verður við það rétt í þinni afstöðu en rangt áfram rangt til þess að þeir eru 4. Ef þú kemur til mín og segir að til þess að þeir séu 3, þá veit ég að þú ert að segja þvælu ykkur. En þetta verið að básuna í heiminum og heimurinn ennþá endalaust að taka við meira og meira af þessu til þess að þeir eru víst 3. Eða 5 eins og Rússarnir gerðu eða komarnir gerðu þeir voru að sanna hvað þeir voru rosalega réttlátir og þeir sögðu að þú tala frjálsræði sem ríkti þarna í þessu kerfi og þá sögðu þú ræður sjálfur hvort að til þess að 2 séu 3 eða 5. En við veitum að 4 rétt. Þeir voru ekkert að hugsa það sem rétt, en við máttum þeir blöffuðu þetta þannig að við réðum þessu sjálf. Þetta þetta brandari, en segir samt heilmikið um þessar blekkingar sem í gangi frá, yfirvöldum stundum og fyrir eftir í hvað slags yfirvöld það og við erum að meðtaka þetta alls konar sem svo rangt
Við vorum að tala áður um fóstureyðingar og þær eru æ meira að festa sig bara í sessi. Hver segir það að þetta sé rétt aðgerð? Sé ég hönd á lofti? Já, því miður allt og marga. En það vegna þess að villan hefur náð að teygja sig svo víða að við vitum eiginlega ekki hvað er rétt og hvað er rangt. Og það er mjög slæmt að vera þessum stað þar sem við erum ekki með réttlætið alveg á hreinu. Og trúin er þannig byggð upp að hún vill réttlæti. Hún vill réttlæti Guðs. Og við sem trúum erum fylltir heilugum anda. Við elskum að bera fram réttlæti Guðs og það kemur oft ekki alltaf svo gegn því sem heimurinn er að gera. Þannig við sjáum að við sem trúum, trúum ekki til þess að fylgja heiminum, skárra á ærinu. Við trúum til þess að fylgja því sem Guð hefur mál að segja. Og ég vil ekki skipta á því réttlæti sem Guð hefur og því réttlæti sem heimurinn er að bjóða og biðja og fara fram á. Ég tek engan þátt í því. Ég vil lifa því réttlæti sem að Drottinn uppáleggur mér að gera og ég hef allan aðgang að þessu réttlæti og því skildi ég vilja eitthvað skipta á góðu og því besta í eitthvað sem er lagt og slagt. En þetta eru menn að gera að þið vil ekki taka við Kristi, þeir þverskallast við boðum hann og hlaupa undan þegar hann snertir á og taka ekki við gjöfinni sem hann er þó að reyna að gefa. En við höldum áfram að þrauka sem erum við þetta og tala það sem að Jesú er að tala og benda á ágalla heimsins sem eru nú nokkuð margir og við vitum að þeir eru nokkuð margir og þeir fyrir fjölgandi frekar en fækkandi og alls konar sem við erum að leyfa. Drottinn segir það andstyggð og ekkert öðru sig. Og hvað á ég að gera í því? Ég náttúrulega bara fylgi bara Jesú og hann kallar eitthvað andstyggð. Þá vil ég að það sé líka andstyggð í mínum huga og í mínum verkum þar sem ég algjörlega afneita. Það eru margir sem afneita algjörlega trúnni og við veitum allt um það. Ég afneita ekki trúnni þegar ég veit að hún er það rétta. Hún er afleið sem að leiðir mig og heldur mér að Jesú. Ég veit að hann reis upp frá dauðum. Hann er svo eini sem hefur reisið upp frá dauðum og hann lifir á himni, stofnaði kirkjuna, fyllir menn heilugum anda sem tengir þá beint við þennan Jesú. Þess vegna tölum við eins og við tölum og við förum jafnilega gagnrýna verk heimsins þó við séum nú kannski ekkert uppteknir við það og ekkert kannski okkar verk svo mikið að gera það. En við allavega boðum trúna eins og hún kemur af skepnunni, ef svo má segja, og hvikum hvergi frá því og við temjustu við þetta líf sem að það er að boða og bjóða og okkur líkar vel að vera undir þessu lífi, lúta þessu lífi sem Kristur er með handa okkur. Því við sjáum, skynjum og viðurkennum að þetta er það rétta. Við höfum að hlúa að lífi, við höfum að elska líf, við höfum að varðveita líf, við höfum að byggja upp líf og gerum það, já við gerum það. Við erum kannski þekkt fyrir það, en við erum bara menn, við erum ekki neinir guðir, en við erum bara menn og það gerist margt hjá mönnum, okkur eins og öllum öðrum og við þurfum átt að glíma við alls konar sem allir aðrir eru að glíma við vegna þess að við erum menn og hvað segir orðið menn? Veikleiki. Það segir það menn. Ég er maður, ég er því veikleika vafinn maður en ég fæ styrk úr trúnni. Og þess vegna hef ég valum að lifa í trúnni í dag eða lifa undir valdið þessum veikleika. Trúin, það er engin veikleiki í trúnni og þú getur hagað lífið þínu þannig að trúin bara eigi þig frá A til Ö. Og þú þekkir það sem trúir að stundum trúið þig frá A til Ö og þið líka vel við þann einstakling sem þar gengur og talar og mælir og vinnur verk sem eru góð. Já, þið líka vel við hann, en þið líka ekki jafn vel við þennan veikleika mann sem ert þú sjálfur og ég, vegna þess að hann er að gera alls konar sem hann ætti ekki að gera.
Þetta þessi veikleiki sem að engin maður kemst undan, en trúin yfirtekur. Þess vegna segir Drottinn, lífið í andanum. Þá sem sagt, holdið ekkert að þvælast neitt fyrir ykkur. Það þetta hold sem að kemur upp að því lifum ekki stöðulega í andanum, og þetta verk sem við þurfum að læra á og kunna á og vilja umfram allt nota, og ég veit að við viljum nota það, en þá kemur upp þessi veikleiki alltaf inn á milli sem að fær mig til þess að nota, já, hann. Í hvað? Kannski ég vill ekki, jafnvel. Ekki svo að skilja að menn sé að syndga þó að viðurkenna þessi veikleika vafnir. Já, ekki þannig sé að segja, ég veit að kannski að synda, birta veikleika sinni, ég veit það ekki, nei, ég nú ekki viss það. En náttúrulega vond verk eru af beinni synd, og við erum auðvitað dánir öllum vondum verkum þannig séð, og látum þau ekki spyrjast okkur, og það er gott mál að vera með þann pólinn í hæðinni. Þannig að við vitum alveg hvernig við eigum að gera þetta, en við gerum þetta ekki alltaf eins og við viljum og vitum að við eigum að gera, og það er svona ókostur við það að ganga þennan trúarinnar veg, að því við erum ekki alltaf stöðulega með rörsýnina á lifandi Guði, en við getum það. Við getum það eingöngu, að því nema við gerum það eingöngu vegna þess að við erum með trúna uppi, en hún þarf þá að vera uppi til að þetta sé hægt. En það er svo margt sem við erum að bögglast með og bera, og já, við segjum eitthvað og það setur á okkur byrðar og svo framvegis, að því nú erum við að tala þennan veikleika mannsins. Þú veit að þessu veikleika, og hann alltaf að undirbyggja trúna til þess að veikleikin komi æ sjaldnar fram í okkur. Þannig þetta er togstreita á milli þessara tveggja afla í hverri manneskju, sem núna á trú, hún byrjar að togast á við þennan veikleika manna, og hvort hefur betur í dag, veikleikin eða trúin. Ef að trúin nær yfir, þá er hún það sem ríkir og ræður, og þú ert í góðum málum. Því að trúin gerir alltaf vilja Guðs, og við vitum, og orð Guðs kennir það, að Drottinn gerir alltaf það sem er rétt. Hann gerir alltaf það sem réttar er. Öndvertið mig sem gerir stundum, já, upp undir rétt og stundum rétt, en ekki nærri því alltaf. Trúin gerir alltaf það sem er rétt, vegna þess að hún gerir alltaf bara vilja Guðs. Ef þú vilt ekki gera vilja Guðs, þá bara lítur hún undan eða sest bara á meðan, og þú ert að brölta í hinu. Og svo þegar þú ert búin að keyra þig út þar, þá rís hún upp og tekur utan um þig. Þannig vinnur trúin. Þannig við sjáum að við þurfum að haga líf okkar þannig og kennslinni þannig að þetta gerist ekki. Hvernig losnum við þetta? Ég held við reyndar losnum ekkert við þetta, en við getum alveg haga því þannig að þetta gerist aðeins sjaldnar. Að þessi veikleiki minn yfirtaki trúna. Þannig að við sjáum að baráttan þetta í okkur sjálfum heldur áfram. Við munum aldrei losna við þessa baráttu svo lengi sem við lifum og drögum andan á þessari jörð. Þannig að við sjáum að ávinningurinn alltaf sá að við gerum vilja Guðs, og það alltaf hvatningin hjá þeim sem tala og mæla, að þeir mæla þannig að orð Guðs verður áhugavert, já, í þessum degi og í öllum okkar verkum, og þegar við erum konum með rörsýnin á þessi hluti, að vera alltaf með Guðs vitundina uppi, þá erum við komin í mjög góð mál hvað okkar trú varðar. En hver er það? Kannski einhver, ég veit það ekki. Stundum erum við þar, ég veit allt um það. En það stundum ekki alltaf. En við ættum alltaf að vera þar. Ef við horfum til að mynda á líf Krist, þá var hann alltaf í Guði. Þá var hann alltaf með Guði. Hann leyfði sér aldrei neitt annað. En við erum að leyfa okkur ýmislegt, vegna þess að við látum alltaf þetta undan þessum veikleika. Kristur hafði veikleika alveg til jafns við mig, því við verðum að athuga það að Kristur kom til jarðarinnar sem maður. Hann hafði enga yfirbyrði
yfir mig þannig séð, nema hann fekk trú, ég fekk líka trú, en hann valdi fyrir sig að nota hana 100% og þar með dóan sjálfum sér. Ég get líka valið að nota mína trú 100% og deyja alveg eins og Kristur, en svo segjum að við gerum þetta og deyjum alveg, en þetta hold alltaf að vakna. Af hverju vaknar það? Að við strangt til tekið köllum eftir því að það fari nú aðeins að láta á sér bæra. Og þá verðum við aftur þetta veiklunda hold sem ekki endilega, ekki fyrirfram fyrir að synda. Það allt annað mál. En þetta hold fyrir að gera eitthvað sem lýjar okkur og dabrar okkur og þreytir okkur og gerir okkur, já, við verðum öngruða mörgu og svo framvegis, sem útilokað að gerast þegar birta trúarinnar bara leikur og bak og brjóst. Þá erum við bara þetta Guðsfólk í gegn, eins og við segjum, eins og Kristur var. Og það er góð skipti, góð bytti. Og svo má spyrja sig, hvað viljum við? Ég er ekki nokkur vafa svarið að við viljum þetta. En ég veit að við munum ekki gera þetta nema endurum og sinnum vegna þessa veikleika sem vill ekki láta kefja sig neitt of lengi. Og ef hann ryðst ekki upp sjálfur, þá köllum við jafnvel eftir honum. Til þess að kýtla svolítið hégóman í okkur. Þetta nú það að vera maður og við þetta munum við aldrei losna. En áhrifin minnka, þar að segja, ef trúin fer að vaksa, hún vex á kostnað þess að hitt minnkar. En ef hitt vex, þá minnkar samaskapi trúin. Þetta eru svona vogar skálar í okkar lífi sem við ráðum hvort uppi, hvort efra. Er það trúin, er það þetta hold okkar. Þessu svara hver fyrir sig, en ég get ekki svarað fyrir aðra því að ég þekki til að mynda þig ekki neitt, þannig að ég veit nú lítið þig og þú ennþá minna mig líklega kannski. En það er auka atriði. Þetta er einstaklingsbarátta. Hver einstaklingu fyrir sig þarf að skila sér á áfangastað. Og hver er áfangastaðurinn? Við vitum alveg hver áfangastaðurinn er. Hann er, já, við segjum bara gullna hliðið. Þegar það verður opnað þá viljum við fá að fara í gegn. Og við munum komast í gegn, hindrunarlaust, því við eigum Kristi hjart okkar. En þetta líf hérna er ákveðin boðunartæki, má segja, og Drottinn ætlast til þess að þú sýnir með lífið þínu hann fyrir aðra. Þegar Drottinn er að kalla menn og hann er ennþá að taka menn úr þessu sauruga umhverfi í heiminum og gera líka sér, hann fyllir þá heilagum anda. Ég á engar þátt í því. Ég fekk sjálfur heilagan anda á sínum tíma og ég þakka Guði fyrir það að ég notfært mér þessa gjöf til þess að vaksa í trúnni. Og það er allt á kostnað þessa hold sem við vorum að tala sem ræður minna í mínu lífi, já, með hverjum deginu sem líður, að því hitt er að vaksa. Að því það er val mitt og það er það sem ég vill að gerist. Og ég kvik ekkert frá því að þetta er það sem ég hef valið og þetta er það sem hefur gerst í mínu lífi, já, síðan ég frelsaðist. Þannig að vinnan er nokkur við þetta en hún er skemmtileg og hún er ánægileg, hún er gefandi. Þetta er best að vinna sem ég hef verið í, það er að þjóna Guði. Ég bakka ekkert með það. Og ég held að þú sett sammála mér sem átt þess að sögu til líka. Sem ég efast ekki að þú eigir. Annað sem ég efast ekki annað en að þú eigir. Já, það er gott að þjóna Guði og ég sé ekki eftir degi á akri Guðs og enn er ég á þessum ágæta akri Guðs að þjóna Guði með þetta verk sem hann kallaði mig til að gera og ég þakka Guði líka fyrir það að ég hef verið trúfastur við og rækt, já, samviskusamlega, en ég ræði engu hvernig þú gerir þetta. Ef þetta hvetur þig til góðra verka og áframhaldandi góðra verka, þá er það bara þakka verð. En þú þarft að taka á ákvörðun að fara þessa leið
eins og þessi einstaklingur. Ef það einhver akkur fyrir þig að gera það, en ég veit að það akkur í Guði að þú sinnir allan því verki sem hann að gera. Og það líka eitt sem ég hef lært, að Drottinn kallar ekkert og tjaldar ekkert til einna nætur, kallar menn, þá skulum menn vita það þá sér langa lífdaga. Og ég segi, köllunin virkar meðan þú lifir og ekkert minna heldur það. En hver staðan? Ég veit að allir eru kallaðir og sumir útvaldir. Vegna þess að Drottinn sér á þessa einstaklinga má leggja það er byrðar sem því fylgir að vera með þessa köllun. Já, þetta er byrði yfir spyrði. En Drottinn segir líka að byrði mín er létt. Ég segi það að þetta er viss byrði, en þessi byrði hefur verið mér mjög létt. Og fyrir utan það allar ánægjustundinnar sem maður á og færi gegnum það sem maður að gera vegna þess að vita að maður að gera köllun sína. Hefur þú gert köllun þína? Ég veit ekkert það og þú þarft ekkert að svara mér neitt það, en andspænis Guði þarft að svara og þess vegna hvet ég þig til þess að gera bara köllun þína og sért ekkert að hika neitt til það. Og Drottinn mér sjáum að þú munir fá út úr þessari köllun þinni margar gleðistundir bara eins og hefur gerst í mínu tilviki og allara hinna tilviki sem eru á þessum stað að gera köllun sína og útvalningu. Þannig að það er til margs að vinna að vera í sinni stöðu í Guði. Já, þegar við ráðum okkur í vinnu þá ætlast til þess að við mætum í vinnuna og ef við mætum ekki nema til dint og dant þá endanum verður okkur sparkað. Ég ekki að segja að ykkur sé sparkað út úr Guðsríki og kannski nú ykkurum sparkað út úr Guðsríki eða já, Guðsríkinu hér á jörðinni. En ég held að það sé mjög erfitt að koma sér út fyrir ef maður á annar borð komin inn fyrir. En við skulum ekki taka neina áhættu með þetta. Heldur gerum við bara það sem Guð að kalla og segja og gerum það með þeirri samviskusemi sem Guð setur í okkur við að kalla okkur. Þegar hann kallar mig og þig, þá setur hann allt í okkur sem þarf til þess að örut sé þetta virki, en ef þetta virkar ekki og við leggjum niður laupana eftir einhvern tíma, þá er það vegna þess að við gáfumstum upp miklu frekar en annað. Miklu frekar en það að köllin sé út runnin. Ég segi, köllunin varir svo lengi sem hún lifir. Þess vegna eru margir sem þú hefur séð sem hafa verið áratugum saman og þeir eru ennþá áratugum seinna við þetta. Þeir hafa lifað og skilið þessa köllun að hún er langklaup. Hún er ekki einhver stutt í sprettu og svo búið. En við oft virðumstum halda þannig séða. Þá erum við að búa til eitthvað sem að Drottinn á engan þátt í. Þess vegna eru störf og annað að leggjast niður bara að það er ekki annað að eitthvað smávegis gerist, þá kannski er starfið búið. Ég held að Drottinn hafa aldrei ætlast til þess að það klárist bara þó eitthvað smávegis gerist. Ég held að hann vilji miklu frekar ráðast í það verk að lagfæra þetta og ef hann þarf að reynsa eitthvað til í kringu það, þá gerir hann það, en hann vill að starfið haldi áfram. Það allavega hef ég lært í gegnum tíðina að Drottinn, eins og ég hef oft sagt og ég trúi, að hann tjaldar ekki til einna nætur. Hvorki með einstakling sem hann leggur og herðar að gera alls konar fyrir sig og hann gerir. Og þú sér þessa einstaklinga kannski áratugum seinna að gera sama að þeir eru ennþá undir þessu afli köllunar sinnar. Þetta eru allt einstaklingar sem hafa fengið hlutverk sem þeir hafa blessunarlega sinnt og rækt og það eru margir á þeim stað að vera þarna. En bara þó ekki allir og það er náttúrulega ljóður á ráði manna því að þú ræður öllu þínu lífi. Ég hef ekkert með þitt líf að gera, eina sem ég get gert er að hvetja þig. Og eina sem þú getur gert fyrir mig er að hvetja mig. Og þannig vinnur þetta saman og svo Drottinn hefur undirbúið allt og gert allt sem þarf til þess að trúin viðhaldist og sé virk og falleg í okkur og hann gaf okkur samfélag.
Samfélag hvað? Samfélag sitt orð, samfélag trúna. Og þar vill hann að ríki samfélag sem samboði Kristi, og þessi Kristur samboðin, þar líka friður. Hann sér að þessi friður viðhaldist. En við þurfum að vera stöðugt að kalla þetta upp til himins, að þetta sé í þessu lagi, og við gerum það, og þetta yfirleitt í fínasta lagi þessi söfnir, og ég get alveg staðfest það. En stundum hriktir í, og það allt í lagi, það má alveg hrikta í, því að þó að hrikta þess í, þá ekki þar með komin heimsendi. Þegar hriktir í, að þá yfirleitt eftir á verður ástandi betra. Þegar hriktir í, til ég vera vegna þess að Drottinn sér að eitthvað ætlar ekki að laga sem þarf að laga, og hann tekur á því, og það hriktir í. Og við kannski sjáum að þetta og hitt þarf að laga, og þetta hitt lögum við, og Drottinn harla ánægður með það, vegna þess að hann vill ekki taka á manninum, en hann gerir það ef hann þýðist ekki það sem hann ætlast til, því hann ræður. Heimurinn skilur ekki þetta og kemur því alveg endalaust gegn vilja Guðs og búin að búa til bastard eftir bastard eftir bastard í sínu umhverfi og skilur ekki hvers vegna hann alltaf svona óhamingjusamur. Eftir því sem að þú afvegaleiðist lengra frá Guði, þá segir sér sjálf að óhamingjan verður meiri. Drottinn vill að við séum hamingjusamt fólk og þess vegna koma með Jesú til okkar. Og í Kristi þá erum við þetta hamingjusama fólk. En við erum ekkert fullkomnara fólk, öðru fólki, við þekkjum Jesú og eru það yfirburðir? Já, ég veit ekkert það, ég lít nú ekki þannig á það. En ég á til Krist og ég þekki vilja hans og ég leitast við að gera vilja hans og lifa því lífi sem hann vill að ég lifi og ég sinni og mér líður vel með það. Ger ég þá engin mistök? Já, þú veist nú öll mín mistök, já, ætlum að gera nú ekki mistök á við hvern sem en kannski ekki alvarlega mistök, já, ég nú ekki sammála því að þau séu nú mörg. En það vegna þess að maður fer svona vel með sína trú og stígur svona á sinnhátt varfærnislega til jarðar. Og þetta vegna þess að maður á til þess að varfærn trú fyrir sitt líf. Að maður er á vakandi á verðinum með þetta allt saman. Og þetta hvatningin fyrir þig til þín að gera slíkt þið sama, ekki til þess að apa upp eftir mér, ég ekkert betri en þú, en ég að tala vilja Guðs fyrir mig og ég að bera vilja Guðs til þín. Þannig að þú skalt gera vilja Guðs, rétt eins og ég hef gert í gegnum tíðina. Og svo sem þegi þakkir fyrir það og já, þegi þakkir fyrir það og það alltaf gaman þegar ykkur finnst þetta nú ágætt nú. Þannig að menn líti fyrir að tala um það hvort þessi gott eða vont. Þeir að sjá virðist ekki hafa neitt ná að virðist. Við erum ekki alltaf upptekið við það að hæla hvort öðru. En fyrir mér það eitthvað sem skiptir ekki neinu máli. Maður er löngu hættur að velta einhverju slíku fyrir sér. En ef einhver nennir því þá má alveg. En ég ekkert að biðja neitt um það. Ég fæ allt hól sem ég þarf frá Guði sjálfum og þannig að ég mér nú heldur betur vel. En allavega hefur hann verið að nota þennan einstakling til dagsins í dag og hann hér á sama stað, svipuðum stað að gera þessa ágætu þætti sem hér hafa verið árum saman og ég segi eins og enn að ekkert útlit til að sé neitt að fara eða hætta og af hverju. Og meðan ég stendi lappirnar þá mun ég sinna þessu og gera með þeim stæl sem að Drottinn býður hverju sinni. En þetta svo sem ekki alltaf fyrirhafnalaust að gera þetta því að þetta allt gert með tækjum og tæki eru bara eins og þau eru og stundum það nú ekkert að virka þessi tæki og þá mann alveg ægilega skrítin í framann en svo kemur alltaf einhver leið í gegnum þetta þannig að maður getur allavega gert eitthvað og það einmitt það sem að Drottinn vill, hann vill að við þraukum. Þó eitt sé ekki alveg eins og að vera, þá kannski getum við farið einhverja aðra leið að verkefninu og þá gerum við það.
En þetta getur auðvitað tekið tíma og tekur tíma og lengir tíman sem þú ætlaðir að vera við þetta nokkuð og það bara verður það svo að vera. Því svona bara lífið, það nú getur alltaf slett og fellt og stundum þarf að hafa aðeins meira fyrir því en ella. Og það bara ekkert að því að hafa fyrir lífinu meira núna heldur var kannski síðast þegar voru við þetta. Það var ekkert að því. Þetta eitt af því sem að kemur og þetta náttúrulega bara mynd að því að uppgefin ekki það fyrsta sem maður hugsa til þegar eitthvað blæs á móti. Nei, ávinningurinn að maður fer að uppgefsa einhverja aðra leiðið að sama marki. Og vitum menn, það kemur alltaf eitthvað út úr því. Það eitt af því sem vex í manni að því að maður að þjóna Guði. Það engin uppgjöf í honum. Og hann elskar það þegar ég og þú við þessir þjónar hans og vinir hans, hann kallar hann okkur víst vini, hann sér það hjá okkur að við viljum gera þessi verk. Og við förum bara aðra leiðir að því í þetta skiptið en við alla að jafna gerum og svo næstur við komum þá notum við gömlu góða aðferðina. En útkoman þessi bara Guðs orð, fallegt Guðs orð og það markmið. En á bakvið þetta kannski allt önnur saga og kannski einhver smá þraut að ganga. En ekki þannig að það væri hætt við allt, af því það engin uppgjöf í okkur lengur. Við bara brettum bermar og hugsum málið upp á nýtt og finnum svo nýja leiðir og höldum áfram. Þetta vöxturinn sem að trúin gefur mér og gefur okkur, sem að því við viljum að trúin hjálpa okkur við verkið. Hvað segir ekki Drottinn? Ég er hjálpari, ég er huggari, hjálpari við hvað? Til að mynda þetta, að gefa okkur nýja leiðir að þessu marki. Hann veit alveg hvað hann ætlast til að mynda mér. Og hann elskar það þegar ég sjálfur vil ekki gefast upp við svo búið, að því að uppgjöfun, hún alltaf lengar frá. Og það kostur. En sem bara eitthvað á móti blæs, þá bara þeir búnir og þeir hættir við allt saman og varnir. Stend ekki til þessu lengur. Þetta af uppgjöf. Þetta uppgjöf hugsunin og hún andstyggð. Ég segi það og ég held að Drottinn taki undir það með mér og hún andstyggð. Við erum fædd þess að berjast. Trúarinnar góðu baráttu ekki með höndum og þóttum, spörkum og höggum. Heimur kann það mjög vel högg og spörk. En við þurfum ekkert að apa upp eftir því sem heimurinn gerir. Við viljum ekkert neitt svoleiðis. Og tökum enga þátt í þeim öllum úrsköpum. Af því að við erum ekki heimsins menn lengur, við erum andans menn. Og andans maður hugsar allt öðru sig heldur en heimsins maður. Og andans maður byggir upp í sér styrk og uppgjöfin alltaf lengur og lengur frá honum. Hann ræðist í verkefnin og ef það gengur ekki svona þá finnur hann einhver aðra leið að markinu. En hann klárar það sem hann ætlaði sér að klára og það markmið. Þannig við sjáum að það margt sem vinst með því að vera í trúnni og leyfa trúnni að eiga svolítið við sig. Við þurfum að leyfa trúnni að kenna sér. Hún kennir okkur það að eiga ekki sér fyrstu hugsun uppgjöf. Því að það þarf ekki að vera fyrsta hugsun neins. Því að úrræðin eru allstaðar, við þurfum að finna þessu úrræði og stundum þurfum við að leita að úrræðinu og við erum tilbúin til að gera þessu úrræði til að geta lokið við verkinu sem við komum til að gera. Því að stundum það þannig og þetta þekkir hver maður að það alls konar flækjustig sem koma upp og þá kemur það ljós hvað í hjartanu býr. Það uppgjöfin? Það bara vælið og vælutónnin? Eða það bara við finnum ykkur aðra leið? Og við förum heim stolt af því að hafa þó klárað þetta þó að væri smá bras. Og það má alveg vera bras. En sumir hata bras því þeir gefast alltaf upp. Það ekki leiðin. Það alltaf leiðin að takast á við það. Ég veit að þú tekur alveg undir þetta því auðvitað oft hefur tekist á við alls konar og það gengið. En kannski með sínu brasi. Eins og vorum að tala áðan, það má alveg vera bras. En sumir hata allt sem heitir bras. En hvernig hann ætlaði að komast hjá því að lenda aldrei inn einu brasi með nokkuð skapaðan hlut? Þá ert þú að villa að þér heldur betur sín eða þú telur að þetta sé gerlegt.
Því að það er ekki gerlegt. Brasi kemur upp þegar þú átt síst af öllu vonunni ykkur brasi. En þá kemur það samt upp. Þannig að það spyr ekki eftir að ykkurum aðstæðum hjá þér og mér. Það bara kemur þar að því dettur í hug. Og svo er það mitt hins vegar að já, takast á við það eða já, pakka saman á hana. Það er alltaf algengt að við gerum við ágættir mennindin. Eins og vorum að tala það er svo stutt í hennar veikleika okkar. En hann má ekki að þurfa að ráða. Já, sumir kannski ræður hann öllu, en hann á ekki að þurfa að ráða öllu. Veikleiki er náttúrulega bara eitthvað sem býr í manninum og við munum aldrei losna við hann, en við getum unnið á honum. Ok, verðum nú ekki verið væni minn og svo byrjum við að finna eitthvað út úr því og allt í einu eru konum með ágætislaust. Já, þetta var bras, kannski ekki skemmtilegt, en við komum samt með lausnina og gerðum það verk sem við vorum beðin að gera. Köllum til að gera. Við tölum ekki það. Það er alltaf til leiðir en mitt að finna út úr því þegar eitthvað gerist. Og Guð hefur gefið mér þetta svo þolgæði að finna út úr því þegar eitthvað gerist. Vegna þess að það gerðist. Á þess að nokkur væri neitt að biðja það. Og það er ekki alltaf spurt að því. Þetta bara gerist það sem gerist og mitt að takast á við það eða lúffa fyrir því og pakka bara saman og aðra. Allt og mikið svoleiðis. En þetta er eitt af því sem trúin gefur okkur, það er þessi vilji til þess að, já, berjast fyrir þessu. Stundum þurfum við að berjast fyrir verkefnum og þetta eru góð verkefni. Og það er engin ástæða til þess að þetta falli bara niður. Af því að, nei, við fundum leið. Og það er það sem Drottinn vill, hann vill að við finnum leið. Og hann elskar það þegar hann sér viljan til þess að finna þó einhver aðra leið, til að klára. Hann elskar svoleiðis og við erum þetta fólk sem Drottinn elskar. Í Jesú nafni. Ef við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.